Biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og til máls tekur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Og hér áskilja borgarfulltrúa sér rétt til bókunar vegna fyrsta liðs. Forseti, borgarfulltrúar. Eins og við öll vitum að það hvílir sú skylda á sveitarfélögum að tryggja framboð á húsnæði til handa þeim sem ekki eru á annan hátt færir til að sjá sig fyrir húsnæði, sökum lágra launa, þungra framfærslubyrða eða annarra félagslegra aðstæðna. Og eins og fram kemur á heimasíðu félagsbústaða er markmið félagsins að auka framboð á félagslegu leiguhúsnæði og mæta húsnæðisþörf þessara aðila. Það er núna loksins í október 2015 sem að félagsbústaðir eiga jafnmargar eignir, það er að segja félagslega leiguíbúðir, eins og félagsbústaðir áttu á árunum 2009 og 2010. Samkvæmt lista sem að sendur var sem ég fékk sendan frá framkvæmdastjóra félagsbústaða í gær, að þá kemur í ljós að það hafa bæst við 4 íbúðir núna í októbermánuði í eignasafn félagsbústaða, þannig að það er akkúrat þá núna plús 2 íbúðir sem að staðan er orðin eins og hún var á árunum 2009 og 2010. Þegar skoðaðar eru fréttatilkynningar félagsbústaða til Kauphallarinnar sem að má sjá inn á heimasíðu félagsbústaða, að þá kemur fram að árunum 2009 og 2010 þá voru þær 1844, en í árslok 2014 þá voru þær 1817. Það er búið að fjölga íbúðunum nú 29, það er að segja félagsbústaðir hafa keypt 30 íbúðir með þessum 4 í þessum mánuði og selt eina, þannig að það er búið að fjölga félagslegum leiguíbúðum núna 29 íbúðir á þessu ári. Eins og við vitum líka að þá var undir lok síðasta kjörtímabils, það er að segja í desember 2013, þá var samþykkt að kaupa 30 félagslega leiguíbúðir árinu 2014. Og samkvæmt tilkynningum til Kauphallarinnar, eins og sjáum á heimasíðu félagsbústaða, að þá keypti félagið 25 íbúðir í fyrra og seldi 5. Þannig að áætlanir á árinu 2014 gengu ekki eftir, það er að segja að það átti að kaupa 30 en þær voru bara 20. Þegar tekið tillit til þeirra sem voru seldar, og núna munum við öll eftir að í desember í fyrra var ákveðið að kaupa 100 félagslega leiguíbúðir á þessu ári. Það er búið núna í byrjun október að kaupa 29. Það er tekið tillit til þessara eigna sem hefur búið að selja, það er að segja búið að kaupa 30 og selja eina, þannig að fjölgunin er raunin 29 íbúðir. Þannig að það á eftir að kaupa 71 íbúð miðað við það sem var ákveðið hér í borgarstjórn 2. desember í fyrra. Á tæpum 3 mánuðum á eftir að kaupa það. Það sem er auðvitað tvennt, sem er vandamálið, það er annars vegar fjármagnið og síðan er það hitt, að það eru aðallega litlar íbúðir sem vantar. Það er lítið til að slíkum íbúðum á markaðnum og þær eru margar hverjar dýrar, eins og ég mun fara í hér á eftir. Í desember í fyrra þá var lögð fram tillagan það að það yrðu keyptar 500 félagslegar leiguíbúðir næstu 5 árum og átti að kaupa 100 á þessu ári. Fjárhagsáætlunin gerði ráð fyrir því að verðlagið væri miðað við árið 2014 að það ættu íbúðirnar að kosta 21 milljón og það kæmu 20% frá ríkinu, 10% frá Reykjavíkurborg sem hún myndi afla með því að selja einhverja eignir félagsins og síðan væri tekið 70% lán. Við sátum hjá Framsóknar flugvallarvinir 2. desember
ekki vegna þess að við værum ekki fylgjandi því að fjölga félagslegum íbúðum, því að það erum við svo sannarlega, heldur vegna þess að fjárhagsáætlunin var auðvitað algjörlega út af kortinu. Eins og við bendum á í bókun okkar, það er gert ráð fyrir að 20% stofnframlag komið frá ríkinu árið 2015, en slíkt hafði ekki verið samþykkt í fjárlögum og hefur enn ekki verið samþykkt. Þannig að við töldum það væri mjög óábyrgt að borgarstjórn væri að samþykkja eitthvað miðað við forsendur sem væri ekki fyrir hendi. Það getur vel verið þetta gangi eftir miðað við yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar nú að verða á næsta ári, af því þá að leggja 1,5 milljarð í kaup á íbúðum í formi svokallaðra stofnframlaga sem hafa þá ekki verið samþykkt eða lagt frumvarp slíkt á Alþingi, en yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í þá átt. Þannig að það var óábyrgt, eins og fjármálaskrifstofa borgarinnar bendir réttilega á í skýrslu sinni varðandi ársreikninginn 2014 að borgin sé að gera fjárhagsáætlanir miðað við forsendur sem að borgin veit þegar hún tekur ákvörðun það að gangi ekki upp. Þannig að ég ítreka það að þegar verið að ákveða eitthvað hér í borgarstjórn og það ekki búið að samþykkja það, eins og til dæmis í þessu tilviki, þetta svona eitt dæmi slæman undirbúning, að samþykkja fjármögnun sem á að koma frá ríkinu fyrir þessu 100 íbúðir á þessu ári, án þess að Alþingi væri búið að samþykkja slíkt í fjárlögum. Og það sérstaklega áhugavert að fjármálaskrifstofa borgarinnar tekur undir þetta sjónarmið okkar Framsóknar og flugvallavinna sem við gerðum í desember í fyrra. En það óþarfi að ræða þetta sérstaklega, því við þurfum að ræða staðreyndirnar í þessu máli og hvað við getum gert. Því eins og ég sagði áðan, að þá það einhver tvennt sem áhyggjuefni, það annars vegar fjármögnun og hins vegar lítið framboð af slíkum íbúðum eins og þarf að kaupa. Hinn 1. september síðastliðinn þá voru 723 umsækjendur á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði í Reykjavík. Þar af voru 529 metnir í brýnni þörf. Auk þess voru 643 umsækjendur á biðlista sem leigja húsnæði á almennum markaði og fá greiddar sérstakar húsaleigubætur. Þannig að alls voru þetta 1366 umsækjendur skráðir á biðlista. En ef við einbeitum okkur eingöngu að þeim að skoða þá aðila sem eru metnir í brýnni þörf, það að segja þessar 529 umsækjendur, að þá eru samtals 428 umsækjendurnir einhleypir einstaklingar. Það að segja það eru 286 einhleypir karlar og 142 einhleypar konur. Þannig að það í rauninni langflestir á þessum lista einhleypir einstaklingar. Fyrir utan þessa 428 einhleypir einstaklinga þá eru samtals 101 aðrir umsækjendur sem að skiptast þá í 10 einstæðir feður, 70 einstæðar mæður, 6 barnlaus hjón eða sambýlisfólk og 15 hjón eða sambýlisfólk með börn. Það kemur fram í áætlun félagsbústaða fyrir árið 2015 sem dagsett 5. mars síðastliðinn að við stækkun á eignasafni félagsins undanfarin ár hafi einkum verið lögð áhersla á að kaupa stakar íbúðir í íbúðarhúsum, það að segja til þess að þessi svokallaða félagslega blöndun verði við lýði. Það líka áhersla félagsbústaða að fjölga litlum íbúðum enda í samræmi við biðlista umsækjenda og félagsbústaðir benda á það í þessari skýrslu sinni eða áætlun að það lítið til af slíkum íbúðum á markaðnum og það ekki útlit fyrir að staðan breytist fyrir að nýbyggingar íbúðarhúsnæðis fari aftur í gang. Síðan auðvitað minnst á hvaða leiðir félagsbústaðir geta farið, það að segja kaupa á almennum markaði og svo framvegis og líka að það séu byggðar eignir eða íbúðir á vegum félagsins. Ef við einbeitum okkur nú algjörlega að þessum einhleypu einstaklingum að þessi stefna að félagsleg blöndun í húsum sé mikilvæg að þá tel ég að þegar einhleypa einstaklingar að ræða
að þá sé félagsleg blöndun ekki eins mikilvæg eins og þegar barnafólk að ræða. Miðað við neyðina og þeirra staðreyndar að félagsleg blöndun ætti ekki að þurfa að vera eins mikilvæg þegar einstaklingsíbúðir að ræða, að þá höfum við valin tvennt. Það er að hengja okkur á þessu atriði og borga meira og bíða lengur eftir því að slíkt húsnæði verður byggt eða framkvæma hlutina og byggja hús með minni íbúðum fyrir einstaklinga. Sem dæmi má nefna að í Brautarholti nú verið að byggja stúdentaíbúðir 40 fermetrar að stærð og þar verða samtals 104 íbúðir, einstaklingsíbúðir. Þannig ég held að við verðum alvarlega að skoða það að borgin fari í það, eða félagsbústaðir, að byggja húsnæði með einstaklingsíbúðum sirka 40, hámark 50 fermetra að stærð. Það hefur verið rætt það að byggingarkostnaður sé ennþá innan við 300.000 kall per fermeter. Það hefur verið rætt leiðir sem hægt væri að lækka byggingarkostnað, meðal annars varðandi að víkja eitthvað frá reglunum algilda hönnun. Það auðvitað töluvert, það spurning hversu mikið hægt að víkja frá því í slíkum íbúðum, því að það eru líka sjúklingar og öryrkjar á þessum biðlistum. Og það auðvitað dýrara hlutfallslega að byggja minni íbúðir heldur en stærri íbúðir, þar sem að til dæmis eldhús og baðherbergi eru svona dýrustu hlutirnir inni í íbúðinni. En þetta þyrfti allt saman að skoða. Ef við skoðum í rauninni þær íbúðir sem hafa verið til sölu núna undanfarið á fasteignavefum blaðanna, að þá sést alveg greinilega að verðið hátt á þessum íbúðum og flestum hverjum og síðan framboðið ekkert sérstaklega mikið. Og ég ákvað það nú í september að ég skoðaði 16. september allar íbúðir undir 70 fermetrum sem voru til sölu í Reykjavík. Það er að segja fyrst skoðaði þær sem voru undir 40 fermetrum og þar var nú hægt að telja þær á fingrum annarra handar. En síðan 16. september að þá skoðaði ég allar íbúðir sem voru til sölu í Reykjavík á bilinu 40 til 60 fermetrar og þar voru samtals 42 og þar alveg greinilegt að íbúðirnar sem eru nýjar, það er að segja að það verið að byggja þær hérna í miðbænum í kringum 55 fermetra að stærð, að verðið á þeim frá 31,5 milljón upp í 33 milljónir. Það voru 11 íbúðir sem voru undir 20 milljónum og 6 sem voru 21 til 23 og þetta svona verðbilið sem félagsbústaðir hafa miðað við. Og ef við skoðum síðan aftur þær íbúðir sem eru til sölu í Reykjavík 1. október síðastliðinn, 60 til 70 fermetrar, að þar eru þær samtals 36 og af þeim eru eingöngu 6 íbúðir sem eru seldar eða verðið á þeim undir 23 milljónum en þær eru alveg upp í 40 milljónir þessar íbúðir. Þannig ég held að við verðum að skoða það að fara aðra leiðir vegna þess að það vöntun eftir einstaklingsíbúðum, þær eru fáar til sölu og ég held að leiðin sé sú að byggja slíkar íbúðir þar sem að félagsleg blöndun þarf ekki að vera eins mikilvægt, samanber til dæmis ef við horfum bara á Brautarholti þar sem verið að byggja stúdentaíbúðirnar. Ef við ætlum hins vegar ekki að gera þetta og við ætlum að kaupa þessar íbúðir á almennum markaði eða kaupa í svokölluðum Reykjavíkurhúsum, þá mun það taka ansi langan tíma að fylla eða uppfylla það markmið. Ef það á að kaupa minni íbúðir, fyrir utan það að við sjáum það bara á auglýsingum á fasteignavefum blaðanna verðið á slíkum íbúðum. Að það þarf þá miklu meiri pening heldur en áætlanir hafa verið gerðar ráð fyrir. En ég verð nú sérstaklega að hrósa félagsbústöðum að þessar 30 íbúðir sem að þeir hafa keypt á þessu ári, að þetta eru meira og minna allt tveggja herbergja íbúðir og það sést á kaupverðinu að þeir hafa náð að fjárfesta í íbúðum sem eru
bara tiltölulega ódýrt verð á miðað við það sem söluverð á fasteignum í dag. Þannig að þeir greinilega vakta markaði mjög vel, sem mjög gott hjá þeim. En það kemur líka fram að þá eftir að standsetja mikið af þessum íbúðum, þannig að kostnaðurinn, það bætist eitthvað við þennan kostnað. En ég held að við séum komin núna að þeim tímapunkti að við höfum val það að bíða lengi eftir að fjölga einstaklingsíbúðum eða grípa til aðgerða með því að borgin og félagsbústaðir byggi slíkt húsnæði sjálft sem ætti að vera einfaldara, fljótlegra og ódýrara. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur hv. borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka frummælanda fyrir að vekja máls á stöðunni biðlistum eftir félagslegu leiguhúsnæði í Reykjavík og líka fyrir málefnalega nálgun að þessu býsna skarpa greiningu á því hvers vegna hafi gengið hægar en við vildum að kaupa íbúðir á markaði, verðskuldar hrós til félagsbústaða en síðast en ekki síst stuðning við það eða tillögu það að það nægi ekki að vakta markaðinn vel og reyna að kaupa það sem á viðráðanlegu verði, heldur verði að fara að byggja. Í stuttu máli ég sammála þeirri niðurstöðu. Í yfirliti velferðarsviðs biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði raunar staðan þannig á þessum tímapunkti, eða 1. september, að biðlistar höfðu lækkað í fyrsta skipti. Og í stað þess að það væru 830 á biðlista, þar af 572 í brýnni þörf, þeir nú 723 og 519 í brýnni þörf. Þetta 13% lækkun, en ég vil reyna ekki gera of mikið úr henni. Vegna þess að það ekki mjög mikil breyting á þeim sem í brýnni þörf og það sumt sem bendir til þess að þeir sem í brýnustu þörfinu sé í verri stöðu en stundum áður. Þannig að mér finnst meginniðurstaðan af þessum biðlistum, ég vil þó þróunin sé í rétta átt að staðan áfram alvarleg og við þurfum að taka rösklega til hendinni í að fjölga almennum félagslegum leiguíbúðum til þess að mæta þessu, en ekki bara það, við þurfum að byggja upp stærri, heilbrigðari almennan leigumarkað í samvinnu við marga. Hvað við að tala svona í stóra samhenginu? Í stóra samhenginu við að tala það að Reykjavíkurborg hefur yfir að ráða 1800 almennum félagslegum leiguíbúðum og 400 til 500 öðrum íbúðum sem þá einkum fyrir fatlað fólk. Og þetta 2300 þá íbúðir alls. Ég ekki með þessar tölur alveg nákvæmar hér fyrir fram að mig, en við viljum gera betur og það rétt eins og hér var rifjað upp að við settum fram það markmið að bæta við 550 íbúðum, almennum félagslegum leiguíbúðum, en kannski á móti að selja 50 til þess að auka dreifinguna þannig að nettó niðurstaðan 500. En ef við látum aðeins vera þessa viðbót, við ræðum hana rétt á eftir, að þá svolítið fróðlegur útreikningurinn sem sá hvað ef nágrannasveitarfélögin myndu eiga hlutfallslega jafn margar íbúðir, félagslega leiguíbúðir eins og borgin teflir fram. Þá þyrftu þau að fjölga þeim 896. 896. Einhver þeirra ætla sér að gera eitthvað svolítið, en það svolítið óljóst hversu mikið, en ég held að við þurfum að standa saman jafn ákveðin og við í umræðunum það að Reykjavík þurfa að gera betur, að skipti líka máli að nágrannasveitarfélögin taki sér svolítið taki í þessum málaflokki til þess að Reykjavík verði ekki eini því hlutverki ásamt stjórnvöldum að reyna mæta brýnum húsnæðisvanda. Munurinn auðvitað meira ef við horfum á íbúðir eins og stúdentaíbúðir sem einkum í Reykjavík með örfáum undantekningum
og það er líka töluverður munur þegar við komum að íbúðum fyrir aldraða. Það sem kom mér svolítið óvart var að munurinn var álíka mikill ekki bara í almennu félagslegu leiguíbúðum heldur líka hinum sem eru fyrir sérstaka hópa eins og fatlað fólk. Og ég held að við þurfum að greina þetta svolítið betur. Ég er ekki að setja þetta fram vegna þess að við eigum ekki að vera að ræða stöðunni í Reykjavík, heldur bara til þess að halda þessu samhengi til haga og víki þá aftur sögu að stöðunni í Reykjavík. Vegna þess að það eru þetta megin ábyrgð og viðfangsefni okkar. Þar er búið að vera að vinna að útfærslu á þessu 550 íbúða plani á vegum félagsbústaða í samvinnu við skipulagssvið vegna þess að við viljum líka læra af uppbyggingarátakinu í Breiðholti. Við viljum ekki aftur sjá uppbyggingu þar sem að allar nýjar félagslegar íbúðir eru á einum stað og helst ekki einu á sama húsinu. Við viljum reyna að dreifa bæði borgina og íbúðum inn í hús. Þannig að þetta er aðeins flóknara heldur en hérna áður þegar var bara hægt að henda upp einu húsi og svo áttu félagsbústaðir eða Reykjavíkurborg allar íbúðirnar. Til viðbótar þessu uppbyggingaverkefni, 550 íbúða uppbyggingaverkefni, erum við síðan með áform að bæta við sérstökum búsetuúrræðum sem eru þá gjarnan fyrir fatlað fólk. En þær íbúðir sem eru ætlaðar til dæmis öldruðum stúdentum og búseturéttaríbúðirnar, þær eru meira að minna, eða að öllu leyti, skulum við segja, byggðar af byggingafélögum sem í samvinnu við okkur, eins og Félagsstofnun stúdenta, eins og byggingafélagi námsmanna, eins og félagi eldri borgara, eins og Búseta, eins og Grund, eins og samtökum aldrara og svo framvegis. En tölum félagsbústöð og tölum þann hluta þessa 2500 til 3000 íbúða plani sem eru almennar félagslega leiguíbúðir. Og reyndar sérstöku búsetuúrræðin. Við erum búin að finna nokkrar lóðir fyrir sérstök búsetuúrræði og þau hafa mörg verið í skipulagsferlinu og sum farin af stað, eins og við þekkjum í Austurbrún, eins og í Kambvaði, eins og í Þorláksgeisla. En við erum að skoða fleiri lóðir fyrir sérstök búsetuúrræði. Við gerum síðan ráð fyrir að vera í samvinnu við Búseta á Keilugrandanum og í Smiðjuholtinu, þar sem Búseta er að byggja 203 íbúðir. Og þar eru samningar í gangi og hafa nokkur leyti tekist að félagsbústaðir eignist hluta þeirra íbúða, ýmist sem almenna félagslegar leiguíbúðir eða sérstök búsetuúrræði. Það er áfram gert ráð fyrir því í þessum 550 íbúða pakka að það verði keyptar íbúðir hér og þar og eins og svona nýjustu drögin sem ég sá á áætluninni voru að 200 íbúðir, rétt rúmlega kannski, væru keyptar á markaði. En við erum líka að tala að fara með út lóðir beint til félagsbústaða eins og í Urðarbrunni. Og það sem er spennandi að skoða þar er hvort við getum úthlutað til félagsbústaða. Þeir gætu eins og borgarfulltrúi nefndir hér áðan, byggt rösklega, en svo jafnvel selt frá sér íbúðirnar eða gert skiptisamninga við aðra uppbyggingaraðila íbúðir á byggingarstigi eða eftir að húsin eru risin. Við gerum síðan ráð fyrir Reykjavíkurhúsum á Kirkjusandi og Vesturbugt. Kirkjusandurinn var kynntur í ráðamannanefnd fyrir 2 vikum og Vesturbugt til afgreiðslu í borgarráð 50. Á Rúfreit gerum við ráð fyrir því að félagsbústaðir fái hluti uppbyggingarinnar. Í Spönginni eigum við lóð sem mér finnst koma vel til greina að félagsbústaðir fái hlut að. Í Suðurmjótt eru félag eldri borgara og Búseta fara af stað og þar gæti félagsbústaðir fengið einhverjar íbúðir. Við eigum líka lóð norðan við HR-reitin sem nýkomin í gegnum skipulag. Eigum hugsanlega möguleika í Borgartúninu og síðan auðvitað á stóru uppbyggingarsvæðunum sem kannski ekki komin eins langt í skipulagi eins og Elliðavogur, Bryggjukverfi og Vogabyggð. En mér sýnist á öllu að með því að nýta þessa reit og þessi skipulagsverkefni sem eru býsna langt komin að þá förum við langt með að fylla upp í þetta 550 íbúða plan.
En við þurfum að halda vel á því og ég vonast til þess að félagsbústaðir geti kynnt þetta fljótlega í stjórn ef það ekki búið að kynna drögin að því ennþá og við fáum þetta í kjölfarið inn á okkar borð. Þetta byggir þessi vinna á náinni samvinnu félagsbústaða annars vegar, skipulagsins hins vegar og skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar sem að semja til sín í raun uppbyggingarmöguleika og byggingarétt í tengslum við þessi verkefni sem í gangi. En við erum þá í raun að breyta svolítið róttækt stefnu. Því að hér á árum áður í byggingu Breiðholtsins og svo framvegis að þá var borgin að byggja heilu blokkirnar sér. Það voru 250 íbúðir, það var nú reyndar ekki meira. 250 íbúðir af þeim 1250 sem byggðar voru í stóra atvikinu Breiðholti sem Reykjavíkurborg fekk beint í sinn hlut. Og þegar félagsbústaðir eru stofnaðir þá held ég muni það rétt að það hafi verið 895 íbúðir og þetta 99 líklega sem að renna inn í félagsbústaði. Þannig að eignasafnið hefur meira en tvöfaldast síðan og við ætlum sem sagt að fara að bæta við þarna 500 íbúðum sem eru almennar félagslegar íbúðir en það eru líka á annað 100 íbúðir sem eru þá sérstök búsetuúrræði og önnur úrræði sem bætast þá við þessa tölu. Þar þurfum við reyndar að horfa á afleiddan rekstrarkostnað og samninga málefni fatlaðra vegna þess að við þurfum auðvitað að geta fjármagnað í sumum tilvikum bæði dag- og næturvakt í sérstökum búsetuúrræðum og það eru töluverðar fjárhæðir sem að sú þjónusta kallar á. En auðvitað þarf að veita því fólki þjónustu jafnvel þó að búa ekki í þessum sérstöku búsetuúrræðum og ekkert sjálfgefið þessi dýrara heldur en önnur úrræði sem við getum boðið upp á. En svona lítur þetta út frá mínu sjónarhorni. Ég hefði auðvitað vilja geta talað út frá alveg konkrétt plani sem verði tilbúið. Það bara stendur ekki þannig í dag en ég vildi enga síður deila stöðun á þessu með borgarstjórn vegna þess að hér var beðið þessa umræðu og mér heyrist á öllu að máli frummælanda að það sé að verða býsna stutt á milli áherslna varðandi það hvernig við eigum að kljúfa þetta 550 íbúða plan. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá Júlíus Vífill Ingvarsson næstur í mælendaskrá. Á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir það að þessi umræða skuli hafa verið sett á dagskrá hérna hjá okkur í dag og það augljóst að við munum taka þessu umræðu fljótlega upp aftur af því að það er verið að vinna að ákveðnum áætlunum á ýmsum vígstöðum eins og fram hefur komið. Ég ætla nú ekki að fara að telja upp þær tölur sem að hérna hefur verið gert af þeim frummælanda aðallega og svo borgarstjóra en það eru auðvitað alveg ljóst að 529 mann sem eru í brýnni þörf allt of margir og ég held að við hljótum að gera okkur grein fyrir því að sú staða hlýtur að vera fyrir marga sem að á þeim biðlista óbærileg og það er ekki beint svona mannleg reisni yfir því að þurfa að bíða eftir slíku svo langan tíma vitandi vits að það eru svo margir aðrir sem eru að bíða eftir því sama. Og ég er ekki að segja þetta neinum til hnjóðs, ég er að segja þetta því að veit að við hugsum öll eins í þessum efnum og viljum auðvitað bæta þessa stöðu eins og við mögulega getum. Ég vil taka undir það sem borgarstjóri sagði hér áðan að það er rétt að horfa einnig til næstu okkar nágranna sveitarfélaga vegna þess að sá samanburður bara hreint og beint frekar óþægilegur. Það er frekar óþægilegt að þurfa að velta því fyrir sér hvort að þeir sem búa og hugsanlega starfi í sveitarstjórnum í sveitarfélögum eins og Garðabæ og Seltjarnarnesi séu virkilega þannig þengjandi að þeir telji það ekki skyldu sína að taka þátt í uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Það verður þó eiginlega að vera svona sú hugsun sem að læðist að manni og það er ekki bara í þessu tilfelli, heldur bara félagsþjónustuna almennt. Ég held reyndar að húsnæðisstefna sem hér var samþykkt í borgarstjórn var samþykkt á þeim tíma
sem það voru óvanalegi tímar. Það voru tímar sem var ekki heppilegt að gera húsnæðisstefnu vegna þess að hún að mörgu leyti ekki raunhæf og það ástæða til þess, þó hún sé ekki gömul, að við setjumst yfir það aftur og skoðum hvort það sé ekki rétt að fara betur yfir hana. Hún til dæmis byggir verulega leyti á því að það sé byggður upp leigumarkaður á Íslandi, en eins og ég held að við höfum oft farið yfir hér áður að þá engir útreikningar sem að styðja það að það sé æskilegt eða það sé sú stefna sem að við eigum að halda að fólki að fara að leigumarka frekar en að fara í sjálfseignarstefnuna. Og þá ég nú bara að vísa ekki í einhverjar pólitískar yfirlýsingar, heldur bara fyrst og fremst að vitna til þeirra sérfræðinga sem hafa tjáð sig þetta mál. Og það til dæmis sérfræðingur Atli Skúlason, Ari Skúlason, sérfræðingur í þessum efnum á vegum Landsbankans og sérfræðingar Arionsbanka sem að báðir þessi bankar hafa mjög nýlega sendt frá sér greiningu á þessu markað og bent á það að leigumarkaður ekki mænlegu kostur fyrir þá sem að geta reyft sér annað, en svo þetta margir sem að verða að vera á leigumarkaði einhvern tíma og slíku markað þarf auðvitað að vera til. Við borgarfulltrúum að misskilja það ekki það sem ég að segja, en við eigum ekki að leggja höfuðáherslu á leigumarkað hér í Reykjavík, heldur einmitt að vinna því að gefa fólki kost á því að eignast eigin fasteignir. Þetta ætla ég að nefna hér bara, af því að það ástæða til þess að skoða betur þá stefnu sem ég var að nefna, en þar stendur þó að höfuðborgarsvæðið sé eitt búsetusvæði. En það það ekki. Það mikill munur á sveitarfélögum, hvaða stefnu þau hafa í uppbyggingu og mikill munur á því hvaða stefnu þau hafa hvað varðar félagsþjónustu. Og það getum við náttúrulega séð bara með því að lesa árbók Sambands sveitarfélaga. Það sem við sjáum það að í Reykjavík að þá krónur per íbúa, svo við berum nú saman epli og epli, að þá 139.000 krónur 749 sem hver og einn Reykvíkingur borga til félagsþjónustu. En Seltjarnarnesingur borgar 55.698. Hann borgar sem sagt 39% af því sem Reykvíkingur greiðir til félagsþjónustu. Það sanngjarnt? Það bara sanngjarnt gagnvart þeim sem búa á Seltjarnarnesi? Eða Garðabæ, þar sem að hver og einn Garðbæingur greiðir 61.212 krónur fyrir félagsþjónustu, en eins og sagði áðan voru 139.700 í Reykjavík, svo endurtæki það. Einhverjar líkur á því að það séu bara ekkert fólk í Garðabæ eða ákaflega fáir sem að þurfa slíkri þjónustu að halda, og ég held ekki, vel átti sig allir á því, og það ekki annað hægt að ætla en svo að það sé takmarkaður áhugi fyrir því hjá þessum sveitarfélögum að byggja upp félagsþjónustu þá minnstakosti af sama kraft og gert hefur í Reykjavík, og það sama á við íbúðirnar. Og það sjáum við einmitt í þessu skýrslu sem kemur frá Varasjóði húsnæðismála á stöðu leiguíbúða íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2014 sem við getum fundið á VF velferðarráðuneytisins, þar sem að kemur fram að fjöldi íbúða per 100 íbúa árið 2014 voru 1,84 í Reykjavík en 0,19 í Garðabæ, sem sagt 10%. Þannig að þarna hallar mikið á, og ég held að við getum hugsanlega átt fyrsta skrefið í því, en auðvitað held ég að svona skrefið þurfa að koma bara frá ráðherra velferðarmála eða annara kannski, til þess að hrófla við þessari stöðu, þannig að við getum öll saman staðið saman að því að efla bæði félagsþjónustuna án þess að það bitni á mikið á Reykvíkingum og svo auðvitað félagslegt húsnæði. Því að það sem við getum reiknað með að gerist það að þeir sem þurfa á félagsþjónustu halda eða félagslegt húsnæði að þeir sjáu þann kost vænstan að flytja úr Garðabænum eða frá Seltjarnarnesi eða yfir Kópavogi og flytja til Reykjavíkur. Og það til dæmis svona bara út frá því að það nú ekki beint mannlegt eða manneskjulegt, mannúðlegt að viðkomandi aðili þurfa að flytja úr sínu sveitarfélagi svona sjálfviljugur í hreppaflutningum og flytja til okkar til þess að fá þjónustu sem hann á auðvitað fyllilega rétt á.
Það var verið að fara yfir hérna áðan hversu margar íbúðir félagsbústaðir eiga og svo hvernig félagsbústum hefur gengið að standa við þá stefnu sína að fjölga 100 íbúður á ári hverju og það er ekki alveg að ganga upp og næst, já, ef að það nást 50 íbúður þessi ári þá voru það nú að teljast bara nokkuð gott og við sjáum að ástæðan kannski ekki síst vegna þess að bara íbúðaverð hefur verið að hækka og það eru svona fleira heldur en bara það að kaupa ódýrar íbúðir sem að ráða fyrir heldur er það líka dreifing þessara íbúða í Reykjavík af því það fyrst náið með því í hvaða hverfum flestar íbúðir eru og hvar er eðlilegast að blanda slíkum íbúðum. Öll held ég við séum þeirra skoðunar að það sé æskilegt og það er ekki að hugsa sér einhvern veginn að mínu viti aðra leið en að það sé blönduð byggð, þar að segja að þeir sem að þurfa félagslegu húsnæði að halda séu auðvitað hluti af öllum hverfum Reykjavíkur, félagslegt húsnæði séu öllum hverfum Reykjavíkur en það auðvitað getur verið nokkuð flókið þar sem að mikill munur er á verðlagningu húsnæðis eftir hverfum og nú eru félagsbústaðir hafa lagt fram tillögu að því með hvaða hægt er að jafnframt að aðlaga leigugreiðslur til félagsins án þess að það sé mikill munur á milli hverfa en þó samt nokkur af því að það eru þetta dýrara búi sem er hverfum heldur en öðrum og það er bara staðreynd. Á ferð umhverfis- og skipulagsráðs Stockholm þá var áberandi í einu hverfi að þar hafði ekki farið fram félagsleg blöndun og það var í hverfi sem heitir Rinkeby ef ég maður rétt þar sem að er mikil og áhugaverð uppbygging á öðru leyti en þar höfðu sem sagt Svíar tekið við 8.000 flóttamönnum frá Sómalíu og sett í eitt hverfi og það hverfi var bara svona eins og önnur borg eða annað land og það er vonandi að fólki líði vel og fái stuðning hvort eða öðru á þessum stað en það er svona eins leikni sem að var svo áberandi þegar maður kom í þetta hverfi sem að myndi svona svolítið bara á eins og eitt Breiðholt að það er akkurat þessi einsleikni sem að við verðum að passa okkur á að gangi ekki yfir okkur og að við forðumst og pössum upp á það að hafa blöndun eins og frekar til kostur. Þó að við getum svona ýmislegt þetta sagt frekar ætla nú ekki að ræða þetta mikið meira nema eitthvað komið fram sem að er áhugavert að ræða Þetta er auðvitað mál sem er á borði okkar víða, það er borði þeirra sem sitja í velferðarráði og það er á borði okkar sem sitjum umhverfis- og skipulagsráði og auðvitað miklu víðar og það er ágætt að við svona tökum þessa umræðu hér upp og hérna aðeins skerpum á þeim línum sem að við held ég að við séum svona megin þáttum að minnsta sammála. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir tekur næsta máls. Forseti, borgarfulltrúar, það eru nokkur atriði sem ég langar aðeins til þess að fara inn á. Varðandi einsleitni í hverfum að þá eru, ég held öll hér þeirra skoðunar að það verði að vera þessi félagslega blöndun. Það sem ég minntist á hér áðan væri það að það væri ekki jafn mikil þörf á félagslegri blöndun þegar íbúðir fyrir einstaklinga var að ræða, þannig að það væri jafnvel hægt að byggja eina blokk dreifða fyrir þessa aðila svo að vera hægt að flýta þessari uppbyggingu því að við höfum tvennt að velja að það er að bíða svolítið lengi eftir að svona hentugar íbúðir finnast og þó svo að við myndum kaupa 25% í öllu nýbyggingarhúsnæði að þá náttúrulega vitum við það að margar hverjar þessar íbúða eru mjög dýrar og það tekur auðvitað sinn tíma að fara að skipuleggja og byggja öllum þessum svæði sem að borgarstjóri fór yfir hér á áðan.
Þannig að þetta eru atriði sem þurfum að skoða og það eru mjög mikilvægt að eins og gerðist í uppsveiflunni að það var lítið kannað hver þörfin væri á húsnæðismarkaðnum eins og hefur verið bent á í rannsóknarskýrslu Alþingis. Það var bara byggt og það var ekkert verið að kanna hvar vildi fólk búa, hvernig íbúi vildi það, hvað þurfti og svo framvegis. Það var kannski ágætt svona eftir á af því það hefur lítið verið byggt eftir hrun þó svo að sé farið í gang núna til þess að væri þá minnst að kosti til eitthvað húsnæði fyrstu árinu eftir hrun þar sem ekkert var verið að byggja. En við þurfum auðvitað að skoða þessi atriði vel og vera sífellt að skoða þau. Og ég alveg sammála því sem kom fram hér í ræðu borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar varðandi húsnæðisstefnuna sem var gerð árið 2011. Ég hef nú áður farið yfir það og bent á það að þegar húsnæðisstefnan var unnin að þá var töluvert framboð af leiguhúsnæði og leiguverð bara ásættanlegt, en það var mikil breyting í árslok 2011 og síðan árinu eftir eins og við þekkjum að það lítið framboð af húsnæði, leiguhúsnæði og leiga há. Og eins og kom fram núna fyrir 1-2 mánuðum síðan að hjá Hagfræðideild Landsbankans að leiguverð þyrfti að lækka þriðjung til þess að vera hagstæðara að leigja en kaupa. Húsnæðismarkaðurinn auðvitað margs konar og það var í kringum 2000 að þá var í rauninni 83% af öllu húsnæði á Íslandi séreignarhúsnæði og 17% voru sirka annars konar húsnæði, það að segja félagslegar íbúðir, leiguíbúðir og svo framvegis. En eins og við þekkjum að þá það komið minnst að komast upp í 30% af markaðnum í dag sem eru leiguhúsnæði. En þetta eru í mínum huga aðallega 3 hópar sem þarf sérstaklega svona skoða og það í fyrsta lagi, það auðvitað íbúðirnar sem vantar fyrir undir félagslegt leiguhúsnæði og síðan það stúdentaíbúðirnar. Og það hefur komið fram áður hjá borgarstjóra að borgin muni úthluta lóðum fyrir samtals 1100 stúdentaíbúðir á næstu árum og það byrjað. Og síðan það þessi þriðji hópur sem mjög oft rætt það hópurinn sem á ekki eigið fé, kemst ekki gegnum greiðslumat og jafnvel í dag að leigja á almennum markaði, eða heima hjá sér í foreldrahúsum ennþá, að leigja á almennum markaði dýru verði langt umfram greiðslugetu þessa fólks. Og þetta sá hópur sem við þurfum svolítið einblína líka á vegna þess að þessi hópur, ég held að við séum flestöld sammála því að það engum greiði gerður með því að fara upp í 100% lánin aftur. Þannig þá spurningin hvað verður þennan hóp? Þetta hópurinn sem tilheyrir þá ekki félagslega kerfinu, yfir þessu svokölluðu eigna- og tekjumörk og eina ráðið sem ég sé til þess að leysa vanda þessa hóps í rauninni það séu byggðar búseturéttar íbúðir sem þá annaðhvort hægt að kaupa búseturétt fyrir þá sem eiga þá þessi 10% eða að það sé viðkomandi leigir hjá og það séu þá búseturéttarfélög sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða, svokölluð non-profit félög. Og þar af leiðandi skiptir miklu máli að borgin úthluti lóðum fyrir slík félög og þekktasta slíkt félag í dag auðvitað Búseti og eina kannski svona sem starfandi af einhverju alvöru en væntanlega munu fleiri slík félög spretta upp á næstunni. En það líka svo gaman að segja frá því á Búseti að þegar það var farið í sérstakt átak í kringum árið 2000 af þáverandi félagsmálaráðherra Páli Pétursssyni, en ég vann í félagsmálaráðuneytinu á þessu tíma og samdi reglugerðirnar í kringum þetta, að þá var ákveðið að fara í sérstakt átak í raun að fjölga leiguíbúðum og það var til þess að Búseti stofnaði dótturfélag sitt leiguíbúðirnar og hafa 200 leiguíbúðir. Það félag hins vegar ekki eins og Búseti húsnæðissamvinnufélag sem non-profit félag eða rekið án hagnaðarsjónarmiða þar sem íbúðirnar eru með búseturétti. En í leigufélaginu það bara almennt leigufélag en leigan samt hjá Búseta lægri heldur en almennum markaði en það samt ekki rekið sem slíkt félag. En það svo skemmtilegt í Búseta sem svolítið líkt því sem hugsunin með Reykjavíkurhúsin og það svolítið verið að kannski reyna að finna upp hjólið sem ætti að vera óþarfi því Búseti svolítið svoleiðis félag. Því Búseti í dag bæði búseturéttarfélag og leigufélag og fólki sem býr hjá Búseta það bæði innan svokallar eigna- og tekjumarka og fyrir utan svokallar eigna- og tekjumörk. Þannig það í dag félagsleg blöndun í
búseta og þar getur þetta búið fólk á öllum aldri, hvort sem verður stúdentar, ellilífeyrisþegar, fólk á miðjum aldri og svo framvegis. Það er eina sem er auðvitað ekki að eignarhaldið er það sama í þessum húsum. Þannig að varðandi Reykjavíkurhúsin og þar hefur einmitt verið talað svona það nákvæmlega sama eins og er hjá búseta, þar sé leiguíbúð, búseturétt og íbúðir, fólk innan og utan eigna og tekjumarka, nema þá kannski ef það á að vera einhver breyting með við búseta, það sé hægt að kaupa sig inn, eiga slíkt húsnæði. Annars hef ég aldrei séð munin af hverju það er ekki bara nota þetta konsept eins og búseta í staðinn fyrir Reykjavíkurhúsin, af því ég hef svolítið áhyggjur af því að ef við byggjum á næstu árum kannski 10, segjum Reykjavíkurhús eða segjum 400 til 800 íbúðir, að þessi hús mun alltaf heita Reykjavíkurhúsin og ég er svolítið hrædd við alla svona aðgreiningu eða nöfn, nákvæmlega eins og í dag, að búseta á fullt af blokkum. En það veit enginn að þetta er blokk í eigu búseta, þetta er bara eina af venjulegum blokkum. Þannig ég er svolítið hrædd við þetta eyrnamerkja að þetta heiti Reykjavíkurhús. Þó svo að þessi blöndun sé til staðar eins og er hjá búseta í dag. En ég tel að við þurfum að vera vakandi og við þurfum í rauninni að skoða húsnæðisstefnuna af því hún er svolítið úrelt að mörgu leyti, þessi sem var gerð 2011, og vera vakandi og vera sveigjanleg og tilbúin til að skoða markaðinn og hvernig hlutirnir eru. Nákvæmlega eins og við sjáum núna greininguna á biðlistunum, þetta eru aðallega einstaklingar, þetta eru 101 aðili sem er ekki einhleypur á þessum biðlista og það ætti ekki vera mikið mál að finna slíkar íbúðir eða fjölga þeim. Málið er að finna þessar einstaklingsíbúðir sem er lítið á markaðnum og þá er spurning að við gerð deiliskipulags, til dæmis í þessum svokölluðu Reykjavíkurhúsum, að þá þurfi að vera svolítið mikið af slíku húsnæði. Og svo er líka eitt sem ég sakna varðandi Reykjavíkurhúsin er það að ég hef ekki séð neina kostnaðargreiningu. Hvað kostar þetta? Hvað verða mikið einstaklingsíbúðum í þessu? Mér finnst svolítið varðandi eins og deiliskipulagið núna varðandi Vesturbuktina og auðvitað eru þetta atriði sem er hugsað seinna en ekki þegar verið er að skoða deiliskipulag. En við erum núna að miða deiliskipulag Vesturbuktinni við svokallað Reykjavíkurhús og mér finnst ennþá vanta svo mikið af upplýsingum. Hvað verða stórar íbúðir þarna? Hvað mun þetta kosta? Hvað koma út úr þessum aðilum sem hafa sýnt áhuga og svo framvegis. Þannig ég myndi vilja að við fengjum miklu betri greiningu á þessu af því að þetta tengist þessu prójekti Reykjavíkurhús, þetta ákveðna deiliskipulag. Það væri ekki það sama ef þetta væri deiliskipulag eitthvað annað en mér finnst ennþá að við vera á þeim tímapunkti að það vantar meiri grunnupplýsingar og ég veit að þetta verður tekið fyrir í borgarráði á fimmtudaginn, breytingarnar á deiliskipulaginu. Ég vona að það verði meiri upplýsingar á þeim fundi heldur en að við fengum að fundi umhverfis- og skipulagsráðs í síðustu viku sem voru akkurat engar. Þar af leiðandi sat ég hjá. Greiddi ég atkvæði gegn þessu. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur hv. borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka þakkir fyrir þessu umræðu og til beggja þáttakenda í henni. Ég held að þetta beri vott fyrst og fremst deglu og áhuga málinu en líka mikla þekkingu sem er í borgarstjórninni. Mér finnst þetta allt saman bara eðlilegar spurningar. Það er búið að vera að rýna sérstaklega á vettvangi félagsbústaða í þessi kostnaðarmál og það sem er svolítið spennandi við Reykjavíkurhúsa aðferðina finnst mér og stóra málið í því er sannarlega ekki að eitthvað kallist Reykjavíkurhús heldur þetta er ný aðferðafræði sem er þá þannig að félagsbústaðir eru þá í raun bara fyrirfram greiða einhverja tiltekna íbúðir á einhverjum tilteknum stöðum í þessari uppbyggingu og eru bara með skilalýsingu sem er hluti af útboðsgögnunum. Síðan eru þá einhverjir samstarfsaðilar sem geta verið þroskahjálp eða búseti eða einhverju aðrir sem eru með skilalýsingu á öðrum íbúðum og síðan er einhver rest sem eru þá bara almennar íbúðir fyrir þeim einkamarkað og eitthvað atvinnuhúsnæði sem að viðkomandi uppbyggingaraðili fær þá bara í sinn hlut eða býður í byggingaréttin fyrir og gerir sér fjármuni úr og það er bæði hægt að hugsa sér að menn keppi verðinu á því sem þeir skili hjá félagsbústaðum en kannski mikið hreinlegra að segja bara félagsbústaði vilja fá íbúð sem er skilað svona á þessu tiltekna fermetraverði og síðan er það bara boðið í restina og þá verður einhver fjárhæð eftir sem er þá greiðsla fyrir byggingaréttin. Félagsbústaðar verða öruggir með sínar íbúðir
og annað fer til annara. Það tryggir þá sjálfkrafa blöndun og þessar góðu staðsetningar eru þá öryggir sem við höfum fyrir því að þetta verði eftirsótt. Það eru ennþá, við verðum bara að horfast í augu við það, ákveðnir fordómar gagnvart því að félagslegar íbúðir sé að ræða. Þá fordóma sjáum við ekki á sama hátt í Finnlandi og ýmsum borgum þar sem hefur verið blandað svolítið rækilega. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að passa. Ég held að það sé mikilvægt núna, það var stefnt að því allan tíman á auglýsingatíma deiliskipulagsins að þá væri útbúin útboðsgögnin og ég bara tek þessar ábendingu vel að fara bara yfir aðferðafræðina og öll gögnin og ræða það svolítið ítarlega á auglýsingatímanum út frá því hvar vinnan stendur og þetta verður svolítið flókið, við skulum bara viðurkenna það, að því við erum að fara nýja leiðir og að því við viljum bæði virkja einkaaðilana með í að byggja þetta og bjóða í byggingarréttin og því sem ekki verður félagslegt, en leið viljum við vera örugum að þetta verði félagslega blandað og svo kemur þarna auðvitað inn eins og í Vesturbuktinni að bílastæðasjóður ætlar að eiga bílakjallarar undir, það er enn eitt mómentið og það þarf líka að gera skilalýsingu á því og ákveða hvernig verðið myndast þar og allt þarf þetta svo að haldast í hendur. En þannig komum við á móts í raun við samkeppnissjónarmiðin, þannig komum við á móts við þau sjónarmið sem að ESA hefur haldið á lofti varðandi þetta en leið tryggjum félagslega blöndun og fjölbreytni á þessum stöðum því að við þurfum bara að horfast í augu við það ef að við nýtum ekki Vesturbuktalóðirnar á eitthvað svona hátt að þá munum bara byggja stóra lúxusíbúðir miðsvæðis á þessu svæði. Ég held að verði ekki mikið af félagslegu húsnæði á Austurhafnarreitunum. Þannig að maður sé nú bara alveg heiðarlegur. Það eru bara lóðir sem voru seldar 2007, það eru alfarið á hendi einkaaðila sem ætla að vera með verslunarkjarna og þetta eru þetta íbúðir sem eru hátt og á besta stað en ég sagði verði bara reynt að selja þær eins dýrt og hægt er og kannski það bara eðlilegt á frjálsum markaði. En við nýtum lóðirnar þá okkar, bæði á Kirkjusandi og Vesturbukt, til þess að koma inn með þessi félagslegu sjónarmið og ég held reyndar að það verði bara betra fyrir sig hverfi. Ég held að verði skemmtilegri, ég held að verði öðruvísi en það er alveg rétt að það er fyrst og fremst eftirspurn eftir eins og tveggjaherbergja íbúðum fyrir einstæðinga. Þetta er ekki svo mikið barnafjölskyldur sem eru á biðlistunum hjá okkur þannig að kannski verður þetta fyrst og fremst þannig íbúðir. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur óskað eftir að gera andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóri fyrir þetta, en varðandi Vesturbuktalóðina að það eru gert ráð fyrir 170 íbúðum og ef það er talað að 25% af íbúðunum þar eigi að vera félagslegar, að þá er þetta cirka 42 íbúðir samtal sem yrðu félagslegar íbúðir þar, auk þess sem það yrðu þá kannski einhverjir sem eru rétt yfir þessi tekjueignamörk, stúdentar og svo framvegis. En ef við bara horfum á þetta félagslegu íbúðirnar, ef við náum 42 íbúðum, þessi lóð er væntanlega mjög dýr og er eflaust hægt að selja hana fyrir meira en milljarð. Ég hef nú ekki reiknað það út en mun væntanlega gera það. Því velti ég því fyrir mér, miðað við slæma fjárhagsstöðu borgarinnar, hvort að það sé ekki betra fyrir borgina að selja lóðina ef það er hægt að fá að minnsta kosti milljarð fyrir hana og eiga þannig fyrir í rauninni þessum 10% stofnkostnaði við að kaupa þessar 500 íbúðir á næstu árum, jafnvel rúmlega ef að það er hægt að selja þessa lóð fyrir einhvers staðar á milli 1,5 milljarður, sem ég þekki ekki alveg núna, en get svona ímyndað mér að það er ekki undir milljarði, að það sé þá komið framlag borgarinnar ef að það koma þessi 20% frá ríkinu frá með næstu áramótum. Þannig að borgin sé þá búin að komi með pening fyrir 10% sem borgin greiðir,
hvort að það sé ekki meira unnið með því heldur en að það náist 40 félagslegar íbúðir þarna á Vesturbugtinni. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mitt svar nei. Ég held að skipti mjög miklu máli að blanda félagslega á öllum svæðum og þessir peningar sem liggja þá í íbúðum á besta stað ekkert farnir frá borginni, þeir eru bara hluti af eigninni sem í þessum íbúðum felst. Staðsetningun og lóðaverðið helst þar inn og bara hluti af eigið félagsbústaði sem við eigum áfram. Við höfum almennt talað 25%, en við höfum talað á þessum reitum, bæði Vesturbugtarreitnum og Kirkjusandsreitnum, að þá verðum við með svolítið fleiri félagslegar íbúðir, þannig að við erum að tala kannski 40 á vegum félagsbústaða og kannski 30-40 á vegum annarra samstarfsaðila. Síðan þá alltaf 80 eða 100 sem verða í raun seldar út á markaðinn og þannig skapast þessi blöndun. Svo erum við auðvitað með bara næsta hús sem Mýrargata 26 og við erum með Austurhöfnina þar sem eru söluíbúðir á almennum markaði. Þannig að saman myndar þetta eina ágæta félagslega heild þar sem að félagslegu íbúðirnar eru bara ef við tökum þetta sem eru þá 64 á Mýrargötunni, 170 á Austurhöfninni, alls 230 pluss þessar 80 til 100 sem eru þá 330, þá erum við ekki í meira en svona 10% af félagslegum íbúðum og við stekkum aðeins hringinn utan gamla Vesturbæinn og þá þetta ennþá lægra hlutfall. Þannig að ég held að þetta verði ágætt þarna. Það getur eins og vel verið rétt hjá borgarfulltrúanum að við eigum að horfa til þess núna á næstu mánuðum og misserum hvar við getum selt byggingarétt og fengið hæsta verð í atvinnuhúsnæði til dæmis, þar sem að við getum dreift álaginn af hótelum og svo framvegis, en ég held við eigum ekki að ganga svo langt að fórna félagslegum markmiðum í húsnæðismálum fyrir einhvern stundar ávinning því að við munum halda í þessa eign enga síður. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Þá andsvörum lokið og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Og þar með umræðunni lokið þennan lið. Við förum í kosningu.